Borgarastríðið í Jemen hefur staðið yfir í rúman áratug með ólýsanlegum hryllingi, sorg og eyðileggingu, ekki síst fyrir börn. En vopnuð átök ekki það eina sem hrjáir íbúa þessa lands. Vatnsskortur risavaxið vandamál og loftslagsbreytinga hafa gert ástandið enn verra. Til að bregðast við hafa UNICEF og samstarfsaðilar fjárfest í sólarknúnum vatnskerfum sem tryggja heilu samfélögunum hreint vatn á sjálfbæran hátt. Hér kynnistu því hvernig slík tækni hefur gjörbreytt lífi fjölskyldu á flótta undan stríðinu í Jemen. يعني أساس الصحة لك ولأطفالك يا الإنسان. الحرب قد أثرت على المجتمع كامل، على الدولة كاملة أثرت عليها، لكن أثرت علينا إحنا حين إحنا يعني المواطنين ضعفاء. Nabil, eiginkona hans Salma og börnin þeirra 3 flúðu átök í heimabæ sínum og leituðu skjóls í borginni Damar. Þegar þau komu þangað höfðu þau hvorki aðgengi að mat eða hreinu vatni. Skortur á hreinu drykkjarvatni var til þess að sonur þeirra veiktist alvarlega af kólera. إحنا حسينا فيه إن الولد خلاص عينتي، أول شيء طلع لها اختناق في الحلق، وبعدين عزكم الله الطرش وسهال. ما خلينا شيء يرقد في المستشفيات لأن الحالة ما قدرت تسمح نجيب حق من الغرفة وحق مستشفى حق الأجسام الرقود. Most of the Yemeni people who are living in rural areas has forced to flee to the urban areas seeking for a better access to safe water, which make an overburden on the existing water supply systems in the urban areas. Til að bregðast við vatnsskorti af völdum átaka og loftslagsbreytinga hafa UNICEF og samstarfsaðilar sett upp sólarknúin vatnsveitukerfi á 150 stöðum í Jemen. Eitt slíkt verkefni í Damar, þar sem 137.000 íbúar hafa nú aðgengi að hreinu og öruggu drykkjarvatni. الماء نقوم باستخدامه في كل شيء، في الأكل، الماء أساس الحياة أصلاً. قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. Sonur Nabil og Salmu jafnaði sig af kólerusmitinu og nú þarf fjölskyldan ekki lengur að drekka vatn sem gerir þau veik. Með því að gerast heimsforeldri getur þú hjálpað UNICEF að veita enn fleiri fjölskyldum í Jemen öruggt drykkjarvatn. Búðu til pláss í hjartanu þínu fyrir hreint vatn fyrir öll börn. Hringdu núna.